Ok. Herru, ég ætla að byrja á bara smá vitnisbyrði, en ég ætla samt að tala bara einfalt mál. Þetta bara kærleika Guðs. Smá vitnisbyrður. Ég ólst upp í kirkju. Ég raun og veru bara ef ég alla tíð verið í sömu kirkju sem betur fer. Fyrir ykkur sem viti ekki, þá ég sonur fósturhjónanna sem sagt. Og það sem gerðist fyrir mig þegar ég var ungur, að ég horfði á bíómynd. Þetta ekkert mest spennandi svona vitnisbyrð að segja frá, en svona var vitnisbyrður minn. Ég horfði á bíómynd sem heitir á ensku heitir þetta Jesus film, og það var raunir í gegnum þá mynd sem að ég eignaðist trú á Jesú Krist. Ég raunir frelsaðist á því að horfa á bíómynd. Af því að það var eitthvað við þetta, því ég horfði á þessa bíómynd og ég sá Jesú á krossinum, þá var ég bara, vá, þetta ég sko að fylgja. Og plús það, öll þessi fræðsla sem ég fékk svo í þokkabót, gerði þetta verkum að ég tók þetta skref í trú. Ég og pabbi höfum margar minningar þar sem að við erum bara rúnt og saman og stekkur hann upp á þetta alveg biblíuna. Svona hef ég bara alist upp alla mína göngu. Og ég er að byrja að lesa biblíuna út frá því að pabbi sagði eins og við mig, þetta var góð saga. Hann sagði þess að við mig, Gunnar, ef þú les biblíuna, þá myndu vera betri í fótbolta. Þannig byrjaði ég að lesa biblíuna. Hei, Rómarbyrðið 8:28, alla sem drottinn Guð elskar samverkar allt í góðs. Það bara þannig, sko. En af orðinu hérna, við lefum bara orðinu að tala, en þessi boðskapur páskana, við sjáum þetta svo mikið, þetta boðskapur sem að allir í kirkjusögunni voru tilbúin að lifa og deyja fyrir þennan boðskap. Allir í kirkjusögunni gerðu það. Það var einn sem var ekki drepinn við það að fylgja Jesú, og það var Jóhannes, sá sem Guð elskaði. Eini pósturinn sem fór að krossi Jesú Krist komst næst honum, það var hann. Allir hinir voru annarkvort krossfestir, pyntir og drepnir. Allir. Jóhannes, það átti að reyna að drepa hann einu sinni. Það átti að henda honum í brennandi heita olíu og átti að steikja hann upp, en hann dó ekki við það. Og eftir það, þá fór hann til Patmos á eyjuna, sem í Tyrklandi, og færi svo opinber frá Guði opinberabókina. Allir hinir voru tilbúin að lifa og deyja fyrir þennan boðskap. Þetta svo mikil kærleikur sem Guð sýndi okkur að allir voru tilbúin að deyja fyrir þennan boðskap. Og í dag, til að segja ykkur góða fréttir, í dag getur þú fengið að fá upplifa þennan kærleik. Af hverju veit ég þetta? Rómarbyrðið 5:5 segir, því að vonir bregst okkur ekki, því að kærleikur Guðs hefur strengt inn í hjörtun okkar með heilugum anda sem okkur gefinn. Þú getur í dag upplifað þennan kærleik sem Guð sýndi þér með Kristi Jesú. Þú getur fengið að snerta á honum. Og hei, við sjáum, þetta engin tilviljun að þessi kærleikur svo stórkostlegur, við sjáum breytingar sem eiga sér stað. Við sjáum bara eins og Pál postula, við sjáum það, úr postulsögunni 9. kafla var hann að vinna við að drepa þennan trúið, í svo fer hann í restina af postulsögunni að boða sama fólki fagnaðarerindi. Hann fór til Damaskusar með fyrra tilganginn að drepa fólki, en í seinna hluta af kaflanum þá var hann að boða sama fólki fagnaðarerindi. Þetta svo mikla breytingar. Þú sér að maðurinn Pétur sem var afneitað honum við krossin, hann fer svo predika fyrir gyðingunum, hei, þið krossfestu drottinn dýrðarinnar, konungur lífsins. Eitthvað gerðist hjá þessum mönnum. Það hlýtur eitthvað að gerst. Heilagur andi, hann vitnaði fyrir þeim hvað rétt og hvað rangt. Hann vitnaði fyrir þeim hver Jesú Kristur Þess vegna þetta svo stórkostlegur kærleikur. Við ætlum að hoppa í fyrra Korinthubréf 15:3-4. Og þetta Páll postuli sem að tala til Korintumanna. Því að það kenni ég ykkur fyrst og fremst sem ég einnig hef meðtekið að Kristur dó vegna synda okkar samkvæmt ritningunum. Að hann var grafinn, að hann reis aftur upp á þriðja degi samkvæmt ritningunum. Með öðrum orðum, fyrir ykkur sem skilja ekki þetta orð ritningar, ég skal umorða þetta. Ég kenni ykkur einnig sem ég hef meðtekið að Kristur kom samkvæmt því sem að boða í Gamla testamentinu, hann dó á grafinn samkvæmt því sem að boða í Gamla testamentinu, hann reis aftur upp frá dauðum samkvæmt því sem að boða í Gamla testamentinu. Með öðrum orðum, allt þetta sem Jesú gekk í gegnum á sér fyrirmynd í það sem var boðað í Gamla testamentinu. Við köllum þetta á biblíu tungumáli skuggamyndir. Það voru skuggamyndir sem við sjáum í Gamla testamentinu sem yfirfórust í svo með Jesú, þar sem hann gekk í gegnum hér á jörðinni. Það sem versið að segja. Nú, ég ætla að hoppa í Jesaja spámann. Jesaja uppi 700-740 fyrir Krist, pluss mínus.
og í raun og veru þá eru þetta stæðstu svona spádómanni sem við eigum Jesú og krossfestingu hans. Þetta eru mögnuvers og mér langar aðeins að dvelja á þessum versum í dag og mér langar að við tengjum þetta svona í Nýja testamenti. Svona við sjáum einmitt þessar skuggamyndir alls þar. Þetta er Jesaja 53 frá versi 6-12, þetta er bara 6 vers. Ég væri svo til að fara í gegnum öll versi með ykkur, ég er eiginlega þar sko. En hann segir hérna, við fórum allir villivegar sem sauðir, héldum hver sína leið, en Drottinn lét syndvora allra koma niður á honum. Hann var hart leikinn og þjáður en lauk eigi upp munni sínum, fremur lamb sem leitt til slátrunar, eða sauður sem þegir fyrir þeim sem rýja hann. Hann lauk eigi upp munni sínum. Hann var fjötraður, dæmdur og leiddur burt, en hver hugsaði afdrif hans þegar hann var hrifinn burt að landi lifenda. Vegna synda míns lífs var hún refsa. Meðan bjuggu honum gröf meðal guðlausa, leggst að með ríkra þótt að hann hafði ekki framið ranglæti og svik voru ekki framar í munni hans. En Drottinn þóknaðist að kremja hann og þjaka, þar sem hann færði líf sitt að sektafórn, fær hann að sjá niðja sínar lifa langa ævi. Amen. Og vegna hans nær vilji Drottins fram að ganga. Að þjáning sínu loknum mun hann seðjast ljós og seðjast að þekkingu sinni. Þjónn minn mun réttlæta marga, því að hann bar syndi þeirra. Þess vegna fæ ég honum hlutdeild með stórmönnum og hann mun skipta feng með voldugum vegna þess að hann gaf líf sitt í dauðanum og að tala með illræðismönnum. En hann bar synd margra og bað fyrir illræðismönnum. Halleluja, amen. Þetta eru vers sem bara, þetta snertir mann alltaf þegar maður lesi. Þetta er svona þannig vers, svona þungamiðl texti sem maður snertir mann alltaf tilfinningarlega þegar maður lesi þessi vers. En áður mér langar að fara að grípa þetta niður aðeins ég ætla að dvelja á þessu versum í dag. En mér langar aðeins að byrja á að tala um krossin. Krossfestingin, kross ætla ég að segja, hún var hönnuð af Rómverjum. Ísrael á þessum tíma undir Rómaveldi. Þannig að, og svo verður Palestína til út frá Róma, þið veitir hvað ég við. Allavega, krossi var hannaður sem pyntingatæki. Þetta var gert til þess að niðurlægja deyjandi fólk. Þetta var ekki leið frá Rómverjum eitthvað að hugsa, hvernig var að drepa fólk hraðar? Nei, þetta var hönnuð, krossfestingi var hönnuð til þess að hún deyja hægt. Þetta er mikill sársauki. Þetta er þannig sko, þegar þú ferð á krossin, þá ertu sem sagt negldur auðvitað á 3 stöðum. Það eru bæði hendurnar þínar og lappirnar. Og þegar þú ert hengdur á krossinum, þá ert ekki, það blæðir ekki þannig út að þú deyr þannig, nei, þú þar til dauða. Heyrið í mér, Páfi? Heyrið í mér? Nei. Heyrið í mér, ok? Þetta er þannig sem að þegar þú hengur á krossi, þá er þetta þannig að það er negld á þér 3 stöðum í líkamannum og sem gerist er að eftir smá tíma, þú þarft alltaf að draga andardráttinn í gegnum naglanum og löppunum til þess að geta tekið andan og blása. Og þetta er þannig, og þetta er bara sársauki og þetta verður bara meiri og meiri og meiri sársauki með hverjum klukkutímanum. Og með tímanum þá bara hættur að geta andað. Þetta verður bara það mikið sjokk fyrir líkamann að líkaminn segir bara nei, stopp, nú get ég ekki meira og bara deyru. Þetta tekur svona það bil 24 klukkutíma. Þetta er mjög hægur dauðdagi. En það sem er gert til þess að flýta fyrir, brjótaður sköflunginn og þá getur ekki andað lengur og þá bara deyrir þau fyrr. Það bara kafnar til dauða. En núna í dag horfum við ekki á krossin sem rómversk pyntingatæki. Við horfum á sem tákn vonar. Það er fyrir þennan kross á Gólgata hæð sem getur einfaldlega gert okkur hólpin. Það er fyrir þennan kross þar sem allir kærleikur Guðs birtist í Kristi Jesú. Við horfum ekki á krossin í dag. Ég ætla að fara á krossnum og ég ætla að hlaupa tilbaka því þetta er pyntingatæki. Nei, þú hleypur á krossin til að sjá þetta er tákn vonarinnar. Sama með Gólgata, þú horfur ekki á Gólgata núna sem Gólgata því er á hebresku hauskúpustaður. Þú horfur ekki á Gólgata hæð sem hauskúpustað lengur. Þú horfur þarna átti sér frelsunarverki sér stað.
Þarna er staðinn sem að von mín öll er byggð á. Og mér langar aðeins núna að dvelja aðeins á versunum í Jesaja-spámanni. Við fórum allir villi við sem sauðir. Þetta er svo magnað því að í Getsemane, sem er garðurinn sem að Jesú var handtekinn, þá var þetta þannig að allir lærisveinarnir komu með honum. Það vantaði ekki. Þeir voru allir tilbúin að fara með honum eins og í dauðan, samkvæmt síðustu kvöldmáltíðinni. Það vantaði nú ekki. Það vantaði ekki upp á að segja alla hluti. Það er svo ríkt í manninu. Við segjum fullt af hlutum. En svo er kannski ekki alltaf innistæði fyrir öllum hlutunum sem við segjum. Allir, með þess að Pétur sagði bara, Jesú, ég er að fara með þér í dauðan. Nei. Áður en hann gala 3 þá eru þú búin að afnenda mig 3. Þeir fóru allir með honum í garðinn Getsemane. Svo eftir nokkra mínútur sofnuðu þeir. Hvað gerist eftir það? Fariseingarnir koma, handtaka Jesú, hann er sleginn, hlaupa allir í burtu. Sauðir hugsa ekki hvernig ætla ég að bjarga húsbónda mínum, þeir hugsa hvernig get ég lifað, haldið áfram að lifa. Þessina hlaupa þeir í burtu af því að hirðirinn er ekki lengur með allt safe hjá sér. Þegar hirðirinn er sleginn og hlaupa sauðirnir. Og sauðir eru ekki svona, ég ætla að hlaupa bara beint áfram á næsta stað sem ég get falið mig. Nei, þeir hlaupa svona. Sikksakk, alveg þangað til að þeir eru komnir á öryggastað. Og í Matthíusi 20, það hlaupa skakt nefnilega. Þeir eru rangeir, sko. Allir, svo segir hann í Matthíusi 26:56, vá. En allt verður þetta til þess að ritningar spámannsins rætast, þá yfirgáfu allir lærisveinarnir og flýju. Hvað er ég að segja? Við erum að sjá skuggamyndir annað. Þetta á sér stað í Guðspjaldunum að lærisveinarnir allir hurfu bara í burtu þegar að hirðirinn er sleginn. Það var hart leikinn og þjáður en leiku í unni sínum. Þetta er svo blessað vers, sko. Þegar Jesú er á sæðinu, hann er sleginn, sagði ekki orð. Hann er fjötraður, sagði ekki orð. Hann var húðstrýktur, sagði ekki orð. Hann var hart leikinn á allum vegum. Þess vegna elskaði sem að Hebreabréf 4:15 segir við eigum þann æðsta prest sem hefur farið gegnum þrengingar. Jesú var undur og allan áttin án syndar. Þannig að núna í dag var góð frétti fyrir þig að þú átt æðsta prest sem veit hvernig er að fara í gegnum þrengingar og þú getur leitað til hans. Næsta vers segir þú getur gengið inn til hvildar hans þar sem þú verður náð og miskunn þegar þú ert hjálpað þurfi. Og hann fjötraður dæmdur. Hans, Jesú, við hliðina á Jesú þegar hann er með Pílatusi og maður sem heitir Barabbas. Og fyrir ykkur sem veit ekki hvað Barabbas þýðir, þá þýðir Bar sonur, Abba þýðir faðir, sonur föðursins. Hver var sonur föðursins líka? Það var Jesú. En Barabbas, hvað gerði hann? Hann var morðingi og ræningi. Eitthvað sem Jesú datt ekki í huga að gera hvorugt. Kom ekki upp huga hans að gera hvorugt. En hann gerði það í raunverulega. Jesú tók á sig dóm son föðursins sem að hinn andlegi var réttlátur. Jesú var einn réttlátur sem hafði aldrei farið með neitt ranglæti en tók á sig dóminn sem að Barabbas átti skilja að taka á sig. Og í dag þá getur þú hort á þetta andlega myndlíkingu að Jesú tók upp þína skuld á sig á krossinum. Hann borgaði alla þinn kostnað til þess að þú gæti lifa. Tók á sig dóm sem Barabbas átti skilja að taka á sig til þess að hann gæti lifað. Hvert var ég komin? Ég er að segja svo mikið sem að ég er ekki búin að skrifa niður. Ég er svo keksruglaður Já, bara vers 9 bara. Menn bjuggunum gröf meðal guðlausa með lengstal með ríkra, en hann hafði ekki framið neitt ranglæti og sig voru ekki fundir í munni hans. Þegar Jesú er á krossinum, hann er dáinn. Hvað gerist? Það kemur maður á nafni Jósef og gefur hann gröf, en sú gröf átti raun og ekki að vera upphaflega gröfin hans. Hann átti að vera upphaflega gröfin hans með öllum ræningjónum og öllum hinum mönnunum. Það var sérstakur staður bara fyrir þá í Ísrael. Í staðinn þá kemur hann, Jósef, og segir, hei, ég er búinn að finna gröf fyrir hann. Og við vitum restina af sögunni. Sú gröf, það er engin lengur þarna inni. Af því að hann er upprisinn frá dauðum.
Gæinn fékk gröf að láni í 3 daga. Það svo skrítið, þú hugsa út í það. Hann fékk gröf að láni í 3 daga. Til þess að þú getur eignast eilífa lífið með honum. En það svo magnað í versi 10-12 að þá breytist textinni á Jesaja á svo stórkostlegan hátt. Þá förum við ekki lengur að sjá allt það sem Jesús þurfti að ganga í gegnum. Jú, við sjáum það, en við sjáum líka það góðu fréttir sem við fáum fyrir okkar trúarlíf. Að Drottinn þóknaðist að kremja hann og setja hann sér sektarfórn fyrir okkur. Að Drottinn tók á sig okkar dóm, tók allt á sig til þess að þú getur eignast eilífa lífið með honum. Að Jóhannes 19:30 að það er fullkomnað. Það er ekki eitthvað örlítið búið á eitthvað örlítið eftir að gerast. Nei, það er fullkomnað. Gríska orðið fyrir fullkomnað í þessu samhengi þetta er búið, þetta er gert, þú getur ekki við því bætt. Þetta er það fullkomið verk og það er ekki hægt að greiða honum fyrir þetta. Það er ekki hægt að fara að rétta þetta fyrir sjálfum sér, að reyna að gera eitthvað í sínu megin mætti. Þá ertu bara að rugla í fagnaðarerindinu. Hann kláraði allan pakkan fyrir þig á krossinum á Golgata. Og nú getur þú eignast eilífa lífið. Að þjánusinu loknum mun hann segðast að þekkingu sinni. Þjónn réttlæta marga. Jesú, þú átt að einu. Núna er hann búinn að taka á sig syndi þínar og búinn að gefa þér réttlæti sitt. Ég fór í það síðasta sunnudag hvernig syndin kom með manninum. Syndin kom vegna óhlýðnis mannsins. 1. Mósebók 3. kafli þegar Adam tekur af trénu ekki, þá var syndafall. Hvað gerist? Jesú kemur í heiminn, hann tekur bara á sig syndinar og neglum það bara aftur upp á tré. 1. Pétursbréf 2:24, hann bar syndir okkar á krossinu á sig til þess að við getum lifa réttlætinu í honum. Og það kom til mín í síðara Kórinthubréfi 5:21. Þetta er náttúrulega einn af opinberum Páls postula. Guð dæmdi Krist sem þekkti ekki synd, segan í okkar stað til þess að við gætum gert okkur réttlæti í Guðs augum. Með öðrum orðum, Jesú er réttlátur maður, hafði aldrei gert neitt rangt, hélt lögmáli allt til enda og öðru nær, hann uppfyllti það. Hann uppfyllti það. Eitthvað sem bara er ekki möguleiki fyrir okkur að gera. Þú sér það núna, þá er ég í fötum sem eru meir úr einu efni, þannig að það er því breytt, ég er syndari. Ég er búinn að brjóta reglunar. Það er ekki trek í mér. Í staðinn, og tekur bara Guð, Jesú Krist, tekur syndi mínar á hann, tekur réttlæti Jesú yfir okkur til þess að við erum réttlæti Guðs í honum. Nú ert þú með réttu stöðu frammi fyrir Guði, rétt staða frammi fyrir Guði því þýðir að þú ert saklaus frammi fyrir Guði. Það þýðir ég get staðið beitt í baki frammi fyrir heilugum Guði og hann hefur ekkert upp á mig. Ég er saklaus af því að það er hann sem borgaði alla mína skuld og greiddi mitt gjald. Þess vegna fæ ég honum hlutdeild með honum stormönnum og hann fær að skipta feng með voldugum til þess að hann gaf líf sitt og að tala Ísraelsmönnum en hann bar synd margra og bað fyrir Ísraelsmönnum. Þú er átt að því, þetta er svakalug kærleikur, ekki bara það hvað Jesús myndi gera fyrir þig, heldur hvað hann gerði líka fyrir þá sem gerðu allt á hans hlut. Jesú var fjötraður, dæmdur, hann var húðstrýktur og allt saman. En hann sagði samt, það er fyrirgefið, þeir veit ekki hvað að gera. Í dag, og þú hort á þetta með þessum augum, hvernig á ég að fyrirgefa óvinni mínum? Hvernig á ég að fyrirgefa þeim sem hafa gert á minn hlut? Sjáðu mann sem kom á undan þér, Jesú Krist. Það var hann sem bað fyrir þeim sem fór illa með sig. Ef hann gat fyrirgefa óvinni sínum, þá getur þú gert það líka. Við höfum enga afsökun að alltaf fara að breyta því að nokkuð nátt. Þess vegna er það bara eiginlega að fara að skylda fyrir okkur að fyrirgefa náunganum. Páll segir í Nýja testamentinu, fyrirgefðu öðrum af því að þér hefur verið fyrirgefið. Þér hefur verið fyrirgefið eitt skipti fyrir öll. Þess vegna er minnsta sem við getum gert, það er að fyrirgefa náunganum okkar. Og að lokum, þegar ég líka þessu skilaboðum mínum, þá vil ég bara hvetja einn og einasta að taka þessu ákvörðun í dag að fylgja Jesú Kristi. Hann var tilbúinn að leggja líf sitt til þess að þú getur eignast eilífa lífið. Hann dó til þess að þú getur eignast eilífa lífið. Þess vegna er bara að minnsta sem við getum gert, það er að fylgja honum. Og Jesú er ekki að kalla okkur til þess að fylgja sig í gær. Hann er ekki að kalla okkur til þess að fylgja sig á morgun. Hann er að kalla okkur til að fylgja sig núna á þessari mínútu. Því að þú veist ekki hvort þú hefur morgundaginn í þetta. Það er líka gott. Það var föstudaginn langaði það.
Hætta páskarnir vera tilgangslausir og borða einhverja egg og eitthvað svona. Bara fylgja Jesú. Þetta er einn fullkomni dagur til að byrja á því. Þetta er dagurinn sem við minnumst þess hvað hann gerði á krossinu fyrir okkur. Þetta er dagurinn sem allur heimurinn umturnaðist. Við erum að miða dagatali okkar við fyrirkomið hans og eftirkomið hans. Eini áhrifavaldurinn í þessum heimi. Hann umturnaði heiminum. Hann umturnaði lærisveinunum sínum. Hann getur gert það við þig líka í dag. Ekki alltaf að segja að Guð sé ekki, hann er kraftaverkur Guð sem við trúum á. Hann reis Jesú frá dauðum, skapaði heiminn. Hann er fullkominn kærleiksríkur Guð, getur gert allt saman. Trúin getur fært fjöll eins og hann sagði Jesú. Faðir minn, við þökkum þér fyrir það að koma saman og lyfta þér upp, Jesús. Ég þakka þér, Drottinn minn, að við fáum að koma og minnast þess hvað þú gerðir á krossinu, Drottinn minn. Þakka þér fyrir það, Drottinn minn, að sem 2 eða 3 eru samankomnir í þínu nafni, þar ert þú mitt á meðal, Jesús. Ég þakka þér, Drottinn minn, að það er Golgata sem hylur syndir okkar á skömm. Þau verðar ekki fram að minnst. Allt lof sé þeim einu sem hefur endurleyst sálu mína. Það er Golgata sem hylur allt saman. Ég bið fyrir einum og sérkunni, Drottinn minn. Ég bið fyrir því, Drottinn minn, að þetta orð sem að tala í dag, að þetta megi fara inn í hjörtun og breyta lífum Jesús. Ekki mín orð, heldur þín orð. Við lifum ritningunni að tala. Ritningin er innblásin af þér. Sér hver ritning er innblásin af þér, Jesús. Kröftugur en tvíeggja sverð, það smýgur inn í innstu sála lifandi merkja og það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Megum við fá skilja hana kærleik sem þú sýndir okkur, Jesús, og gefa þér alla dýrðina. Við viljum aðeins því, þú ert okkar eina von, Drottinn. Það er aðeins fyrir krossinn sem við fáum að getum verið hólpin fyrir trú. Af náð erum við hólpin fyrir trú, ekki okkur að þakka, þetta er þín gjöf, Jesús. Ekki byggð á verkum og engi getum mikla sig af henni. Og við viljum bara lifa til þetta dýrðar, Jesús. Og ég bið fyrir einum og sérkurum, geða okkur opinbera skilning og fagnaðir undri. Og ég bið fyrir einum og sérkurum hér í dag og megum gera mikið úr þér og lofsinga þér í dag og komandi vikur og mánuð og ár. Í Jesú nafni. Amen.